Já, góðan daginn kæri hlustendur, verið velkomin út í bíl þennan kalda föstudag. Arriba! En mitt Lavazza! Hér eru menn í Lavazza-stuði. Við vorum að fá að senda baunir. Við vorum að fá sendingu, við erum komnir með Lavazza-baunirnar. Hún heyrði í mér, bladra hana, ég var alltaf eins og ég var að býta í baunina. Hún sagði, takk þess að baunir, henduðu mig vel og tróttis í trandina þér. Hér höfum við Lavazza baunir. Þetta er Back to basics, maður, djúvill er þetta gott. Sko, ef þið eru með baunavél á skrifstofunni, þá kaupið þið Lavazza-baunir. Ég reyndar, þegar ég var upp á mitt fátækasta skeið, 2013 í Noregi, veistu hvernig ég bjóti kaffi? Bara instant eða? Nei, ég átti ekki pressukönnu og ég googlaði How do prisoners make coffee? Ég notaði sokk sem filter. Þú tókst það? Já. Þannig að ég var að hugsa, ef það er einhver að hlusta okkur í fangelsi, ef þú færð baunir en kannt ekki að gera úr þeim, þú bryður það með tönnunum. Gamli góði sokkurinn. Bryður það með tönnunum, svona spýtir í sokk, svo hittar þú vatn einhver staðar, mæli ekki með þvægi, en þú bara hittar vatn, svo hellur yfir sokkinn onni í pokan og notar svona til að þrýst úr. Þannig er komið bara topp kaffi og reynda að nota hreinan sokk, það er náttúrulega mælt með því. Það færur í verstafalli í þvægið? Það hefur alveg verið gert. Já. Og ég veit að við erum með einu enni, Við förum nú ekki að vanverða Lavazza. Nei, en þú veist, bara fyrir fólk sem þarf að bjarga sér, eins og ég gerði, þetta er mitt fátækasta skeið. Herru, datt ég út hérna? Hann lausjaður, þannig, ég sé þetta. Þetta er bara eins og mjaðmirnar, þetta er svolítið laust í liðamáttanum. Skandinavíska mjaðmir, sko. Herri, nei, Lavazza, við þökkum þeim að sjálfsögðu kærlega fyrir samstarfið. Það er komin tími til að fylla allar skrifstofu bæjarins að Lavazza að mínum mati. Og endilega hjálpið okkur til þar. Sko, eitt hérna. Ef við fáum 300 reviews á Spotify, þá skal ég setja myndband á Instagram að sína hvernig maður býti kaffi með sokk. Þetta er fyrir þá allra... Það fyrir að styttast í 300 reviews. Við erum alltaf samtals komið með 300, sko. Ekki á Spotify. Nei, ekki á Spotify, en Spotify plus Apple, það eru komin yfir 300 views, sem er nokkuð gott fyrir þátt sem byrjaði sem ársendingaþáttur, myndi ég segja. Ég er bið ekki meira. Herðu, ok. Sömuleiðis er þetta brauð og kó líka. Gott hérna inn á skrifstofuna. Ég er ekki með neinn ráð. Hvernig er hægt að klúðra því? Nei, við vorum hérna með, var ekki á laugardaginn, fylltum skrifstofuna af þessum chili ostaslaufum. Svakalega. Guð minn almáttugur. Og ég var með í svona sprautu, ostasalat og að tróða inn í ostaslaufunar. Ég kom að þér. Ég kom að þér það sem þú varst með helvítis hérna, ekki sokkin heldur hérna, hvað heitir þetta svona? Sprautu, sprautuna. Eitthvað, kerta. Búin að gata helvítis ostaslaufuna og varst hérna að tróða ostasalatuna þátt inn. Hvað heitir þetta helvítis? Við verðum eiginlega að plata Áslaugu í þátt. Hún var með þetta á Instagram hjá sér í vikunni. Er ekki svona að setja krem á tertu? Já, ég var með þannig. Við leiðum svo var að fylla hátíðarkalkún, sko. Nei, ég á bara að fylla chili ostaslaufuna með ostasalati. Heyrðu þið þekki þetta, það er allir borgatúnið, það rúlar á ostasalatinu. Og svo er líka fínt, þú veist, þetta er nú ekkert svo langt frá borgatúninu. Að kíkja þarna við og fá sér kaffi og bakkilsi. Leiðinni heim. Leiðinni heim með í vinnu. Þarna efst á Laugaveginum, það sem að gamla nætuvaktar bensinstöðin var. Skemmtilegt. Það sem nú stendur brauð og kó. Nú er alast upp kynslóð sem hefur verið í hlaðvarpum eftir 30 ár og segja það sem að brauð og kó er og hefur alltaf verið. Man ekki eftir nætuvaktinni. Nei, það er punktur, Heyrðu, getum við sagt sér með drekklaðan hátt? Já, sko, svona fréttalega séð allavega. Ég reyndar svona var á síðustu metrónum núna, sko, því að, sko, það sem fólk veit ekki núna, er að næsti þáttur hjá okkur. Það er óvægt að segja að næsti ársendingaþáttur verður svona, að verður súrsætur. Shit, ég er að fara að hlusta, við tókum þetta upp í gær. Ég ætla að hlusta yfir helgina. Það eru svona 60% líkur á því að hann farir bara ekkert í loftu. Það eru bara mjög góða líkur á því. En það, fyrir ykkur sem ekki vita, þá heitir sú sería Ammoniakfnykur almennings. Og það er allir að taka fyrir ríkisstofnanir. Sem að kafa eins ofan í hvað er að gerast þar á baku tjöldin. Okkur lendi á. Svona pólitíska skalanum. Það er ómikið pólitík í þessum þáttum. Ég veit að bara, ég fæ fólk upp á vondum mér með að viðra mína skoðanir. Já, þú veist, sko, já. Ég er ekki viss að sé þess virði. Þú ert náttúrulega öfgahæri maður.
Nei, ég frjálslyndur maður Já. og það kallast öfgahægri hjá fólki sem vinstra. Já, vinstra. Að þetta eins með sko öfgahægri, það kallar alltaf fólk sem tala fyrir listum, það kallar alltaf kommunista sko. Nei, ég er mikill listunnandi og já, þú veist, við erum aftur byrjaðir. Ég held að við náum ekki lengra með þetta. Nei, við sennilega munum ekki ná saman á grundvelli lista. Nei, en ég fór að hugsa, eitt til að segja núna og núna erum við svolítið í tímaflakki. Við erum búin að taka upp þáttinn þar sem við hnakkrífumst. Þú ert eins og hundur, ég er eins og köttur. Þú ætlar að hlaupa yfir þetta hundaveði, ég nota kiss og klórið. Skilurðu, þetta er 1-1, þetta er 1-2, 2-2. Ég ætla að segja, ég fór að hugsa það í gær. Veistu hvað er það besta sem kom úr COVID? Nei. Það var þarna gjöfin. Þegar öllum Íslendingu var bara réttu ferðagjöfin. Það sem að þú fékkst bara, heyrðu, ég borga skatt, svo fæ ég agnar smá heimild að því aftur tilbaka og fæ að ráðstafan eins og ég vill. Og eftir þáttinn þá fór ég að hugsa, svona vill ég að umhverfið sé í kringum listir. Ég vil ekki að séu nefndir sem tilnefnir listamenn, ég vil bara fá 100 áskall og svo bara allir sem ætla að vera á listamannalaunum tilnefna sig og eru bara búin að gangast í skoðunum að þeir megi fá þennan pening og ég fæ bara handvelja. Veistu, Yngvi, þetta er sennilega besta hugmynd sem að þú hefur komið upp á pallborðið hérna í þessu þætti. Þetta er nefnilega, og sko, ég vil að listamenn fá sitt. Ég hef alltaf keypt málverk á hverju ári sem að ég er bara með eina kriteríu, það er einhver undir 30. Það er eina sem ég vil kaupa frá, ungt listafólk. Ég vil styðja ungt listafólk og ég myndi vilja geta gert þetta svona. Þetta er mjög, ég myndi segja að þetta væri mjög fýsileg leið, að væri gaman að fá bara svona alvöru pólitísk skoðun á þetta sko. Annað því að hver og einn hefur sína skoðun á list. Fyrir mér er list íslenskt rapp, Hnetusmjör og MC Gauti. Eru þeir á listamannalaunum? Nei, en þeir eru samt að búa til tónlist. Sigurður Sævar, hann er búinn að vera að mála núna síðan hann var 8 ára. Hefur hann verið á listamannalaunum? Nei, ég hef samt keypt á honum. Ég myndi vilja að þetta fólk sem ég fíli, ég fá setja minn pening til þeirra óháð því hvort einhver nefnd segi já eða nei. Ég get tekið undir það, mér finnst það fyrirkomulega farulegt, en mér finnst sjálfsagt að ríki komi einhvern veginn að þessu á einhvern hátt sko. Bara eins og rann í styrki nýsköpun, þá eigum við að vera að beina þessum fjármunum til ungs fólks. Sprota sjóðir skilur allir sem eru á vegum í raun ríkisins þegar allt er á hólt sko. Beina þessi vasa ungs fólk sem er að skapa og virkilega þarf startið. Ekki einhvern sem eru í áskrift sko. Við vorum sammála því að fólki sem hefur komist upp með að lifa á þessu en þetta er hugmyndi sem ég fekk þá að því sögðu, við getum ekki lofað þessi þætti fara í loftið. Nei, við getum það ekki. Það er bara ómikið undir. Og við getum samt lofað einn að við ætlum ekki að ræða þetta meira hér í dag. Eða allavega ekki, þú veist sko, í framhaldi af þessum þáttum samt, þá fór ég að glugga aðeins í fjárframlögin, sem sagt, fjármála frumvarpið, eða fjárlaga frumvarpið eins og það heitir. Og það var náttúrulega samþykkt sko fyrir mánuði síðan eða rétt fyrir jól á þinginu og við svona snertum aldrei á því. Mér langaði bara svona að nefna einhverja stofnanir sko, hvað þær fengu mikið í sinn hlut. Sko. Bara svona forvitnissakir, ég með svona 10 stofnana lista sko. Sko þessi þáttur, hann er history in the making. Þetta er svo mikið tímaflakk. Núna er þetta undirbúa hlustendur fyrir þátt sem fekk kannski aldrei í loftið. En við erum búinir að tækla það sem við vildum hafa sagt eftir og fyrir þáttin. Ég er samt ekki að fara að nefna neitt sko sem kemur fram í þeim þætti. Hann fer alltaf í loftið. Ég held það. Þó að líkurnar séu samt gegn okkur en hann fer í loftið. Ég þarf að hugsa fjölskylduna. Ég er nú að tvekja barna faðir og Ég held að sé kannski best að byrja bara á frétt vikunar dálítið sem birtist á MBL. En viltu ekki klára með stofnan? Fyrradag? Nei, við ekki taka það bara einhvern tímann í... Seinna? Já, tökum við bara í næsta. Nei, ég er að segja bara setja í þættin. Já, meina, En hann verður kannski aðeins í styttra fallinu í dag. En ég kem inn á það á eftir. En aðalfrétt vikunar sem birtist á MBL á miðvikudaginn. Það er að sjálfsögðu loðnufréttir. Loðnufréttir eru komnar í loftið. Back at it. Og Yngvi er komið með annað podcast, þá erum við hér við þetta borð setja stjórnendur 4 hlaðvarpa. Eða þú veist, þú ert með 2 og 2 eða samtals 3 skilur. Já, akkurat, rétt. Þetta eru 3 þættir en 2 undir hvoru belti. Þetta er bara eins og meistaragráðurnar. Þetta er eins og meistaragráðurnar, neða eins og bara háskólagráðurnar. Við erum með 2 háskólagráður við þetta borð. Sko, ég veit ekki hvort ég hafi náðu þessi inn á mestlesið. Ég er hérna í öðru fyrir mestlesið inn á 200 mílum. Já, það er bara nokkuð vel. Þannig að ég veit að sjávarútvegsheimurinn nötrar.
þau nötra. Og þarna ertu að fara yfir, þú ert í rauninni, þú fékkst mig þetta sem gest í eitt þátt, því að við náttúrulega unnum saman líka sem launþegar, sko, á sínu tíma, undir merkjum aflamiðlunar. Og þar gerði ég greiningu á loðnuvertíðinni síðustu og kem þarna sem gestur. Álitsgjafi og sérfræðingur. Og förum yfir síðustu loðnuvertíð. Svo ertu líka að taka viðtöl við einhverja hátsetta þarna í geiranum bara, eða svona reynslubolta kannski. Já, ég bara, þessi strategi, aim for the top. Ég fæ Geir Sóugas, ég kalla Gullgeir, einn farsælasti og aflahæsti skipstjóri í okkar samtíð. Hann hjá á Polar Amarok í Grænlandi, að hefja loðnuveiðar. Reyndar óstaðfestur en Páll Snorrason, rekstrarstjóri Eskju, kemur til mín að tala hátækni vinnsluna á Eskju og afkastaaukningu í landi síðastliðin áratug og áratugi. Ég hitta Friðleif Friðleifsson, einn farsælasta sölumann á fiskafurðum hér á landi. Að ræða bara, þú veist, konseptið bara þetta. Við erum bara að taka loðnuna frá veiðum til vinnslu til út á disk í Japan. Og ég sá að þú varst nú eitthvað að pikka hérna Heiðrúnu á Facebook. Já, ég fatt það bara. Akkur býði ekki Heiðrún. Heiðrún getur komið. Hún nú bara hún bara æðst. Já, hún top of the league. Top of the league, sko. Top of the league. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Ég, eins og ég segi, loðnan auðvitað bara, og hefur verið mikilvæg stóð bara í efnahagi Íslands. Lengi vel, þannig að það bara að gera að víkka sjóndeildarhringinn og kíkja á þetta. Önnur mestu útflutningsverðmæti síðastliðin, eða þessa öld. Já, þú sér það, sko. Loðnan, þrátt fyrir 3 loðnu bresti. Bara til að loka þessu. Þetta ekki þannig hlaðvarp. Nei, en það köfum við aðeins alvarlegri tón, þannig að hugmyndin í rauninni bara að opna augu og eyru almennings fyrir sjávarútvegi, fyrir loðnunni. Ég held að það hafa aldrei verið gert hlaðvarp sjávarútvegi. Það hefur kunnað góðri lukk að stýra fyrir okkur að taka leiðilegt konsept eins og ársreikninga og gera það skemmtilegt. Þannig að ég treysti engum betur en þér til að gera þetta áhugavert. Takk fyrir það, ég þakka traustið, en ég ætla að láta reyna á það að breyta eins upp á þetta, en svona fyrstum sinn, þá verði kannski ekki alveg sami sprelligósi og hér. Nei. En ég held að fólk gæti haft gaman af. Ef ekki, þá bara sleppi að hlusta eins og með flest allt hlaðvarp sem hún ekki hlusta á. Ég segi það. Takk fyrir þetta sjátt. En herðu, það eiginlega komið bara að launþega vikunar. Við þetta er góður. Þetta heppnaðist alveg ótrúlega. Já, það óætt að segja það að það var umfram tilnefningar. Við getum ekki tekið alla tilnefningar og við ætlum í rauninni bara að taka einn, og ég held að það verði þannig í framtíðinni, en við viljum benda fólki á, það getur farið inn á Deep Into Pinkjan og þar pinnaður þráður, svona bara post. Svona póstur, það sem þú getur senda á okkur, það nafnlaust og þar getur tilnefnt launþega vikunar. Og við fengum allt of mikið núna, en þannig að við ákvaðum að við ætlum að taka svona 5. Við ætlum að nefna 5 launþega vikunar. Já, var ekki 3 á kjaft? Já, tökum bara 5. Já. Tökum bara 5. Vilt þú byrja það? Sko, ég ætla að byrja á einum, en mér finnst samt að hann ekki að telja. Það Guðni TH, það var það fyrsta sem kom inn. Já, það var það fyrsta. Viðkomandi vinnur hjá Íslenska ríkinu og það bara tilnefningin flottu kall, kemur vel fyrir og sinni sínu vel. Ég held við getum öll verið sammála það. Þetta hinn fullkomni launþegi og hefur staðið sér ótrúlega vel. Ekki spurning. Já, þá kom það þér. Það má segja að hann sé á spenanum. Hann á spena ríkisins. Já. Launþegi enga síður. Herðu, það kom með mér. Og hér var tilnefndur Pétur Ágússon. Já. Viðkomandi vinnur hjá Arion banka og /stefni. Já. Og viðkomandi á skili tilnefningu fyrir og þá skrifað að sækja aur fyrir Pingjur Netbanka Kúreka. Og þetta að sjálfsögðu eitthvað sem við fögnum gríðarlega. Við erum hér fyrir ykkur, kæru Netbanka Kúreka. Já, Pétur það greinilega líka. Pétur, þú ert alltaf velkomin í kaffi. Já, og takk fyrir kærlega að bara stuðla að aursöfnun fyrir þessa Netbanka Kúreka sem við tölum við í dag. Næstur var sé ég Góði Már Daðason hjá Landsbankanum. Hann sérstaklega tilnefndur fyrir starfsitt í þá aukakróna innan Landsbankans. Já. Þannig að það má segja að hann sé einn af þessum grunninnviðum sem keyrir aukakrónukerfið áfram. Sér það. Auk þess hann nýkominn á fast og lífi leiku við Góða. Við gætum ekki verið sáttari fyrir hans hönd. Já, bara til hamingju með það, Góði. Og takk fyrir þitt framlag til aukakrónuna. Já, takk bara í þá launþegans. Takk fyrir þína þjónustu. Já.
Herðu, annar launþegi vikunar, Andri Már Rúnarsson, viðkomandi vinnur hjá Kviku eignastýringu. Já. Hann var tilnefndur fyrir eftirfarandi. Andri Már var ekki beint vonastjarna í menntaskóla. Rétt. En Andri tók sig á og fór erlendis í nám. Fyrir rúmlega árið síðan eftir dvöl í Hollandi kom Andri til Íslands og hefur tekist að hrista vel upp í íslensku fjármálalífi. Við höfum fundið fyrir því. Líkja má strategi og Andra á markaðinu sem tabli þar sem að Andri ólíkt öðrum hugsar sína leiki langt fram í tíman. Andri byrjaði að stýra tryggingarsjóði Sjóvá og tókst að skila jákvæðri afkomu á síðasta ári meðan flestir töpuðu. Nokkuð gott reyndar. Skrifaði hann það sjálfur eða? Nei, það efast ég stórlega Út frá því hefur Andri núna fengið nýtt starf hjá virta sjóðstýringafélaginu Kvika eignastýring. Þar mun Andri stýra skuldabréfasjóðum sem eru opnir fyrir almenning jafnt sem fagfjárfesta. Til hamingju Andri. Þetta er árbæðingur? Þetta er, já, bara innilega til hamingju. Heyr skara fram úr allstað. Hann er góðvinnur þáttarins reyndar. Já, það. Já. Heyrðu, svo er ég með hérna, sko, það þarf að taka það fram að það eru nokkuð mörg leikskóla-mention hérna. Já. Ég hefði á tilfinninguna að mamma hafi mist sig á leiklaborðinu. En við skulum gefa Evu Björnsdóttir hérna hjá leikskólanum Árborg, hennar tilnefningu fyrir flott starf hjá leikskólanum á meðan að flutningar stóð yfir vegna myglu. Já, frábært. Þegar allir voru veikið vegna myglunar mætti hún alltaf reiðubúin til vinnu. Eva Björnsdóttir, takk hella fyrir þitt framlag. Takk hella, takk. Og þá kannski loka þessu bara. Honorable mention. Fyrst við ætlum að taka 3 á mann. Já. Nei, þetta er ekkert, það er bara Ingibjörg Sólrún Ásgeirsdóttir hjá Kópavogsbæ. Já. Hún á skilið tilnefningu fyrir jákvæðni. Hún er hugmyndarík, duglega að gefa af sér, frábær fagmaður og fyrirlesari. Já. Til hamingju með þetta, Ingibjörg, þú hefur hlotið titil, einn af 6 aðilum hérna í dag, sem launþega vikunar. Já, en þá ætla ég að koma með honorable mention. Nú? Það er Lárus Orri Stefánsson hjá Payday, yfir náttúrulega vinnu sem er dugnar og gleði. Ég hef lent á honum í supportinu, hann er geggjaður. Já, frábært. Bjössi greinlega ráða. Já. Og svo er það bara launþegi ársins. Birkir Karl Sigurðsson. Já. Nýhafinn störf hjá Samskip. Já, að sjálfsögðu, Birkir, innilega til hamingju. Ætlum við að henda bara í launþegi ársins núna? Það er launþegi ársins. Hann líka fekk frétt á VFB þegar hann skipti vinnu. Þú púla það ekki. Nei, ég segi það sko. Mikið vægi og mikið svag. Og við höfum séð það á honum. Hann er nú hérna með okkur í stúdíónu og tekur upp skák eftir kvöldmatt, drugs after dark. Var nú í bjór með honum síðustu helgi. Þurfum ekki að ræða það neitt frekar. Nei. Það endaði ekki nógu vel, nei. Við óskum öllum launþegum vikuna til hamingju. Já, og bara endilega hendið inn. Þetta er bara lifandi form og við tökum þetta fyrir hverju föstudagskaffi. Endilega hefði viljið að sko næstu vikur verða mjög erfiðar. Við þurfum að treysta á föstudagskaffi fyrir jákvæðni, peppa, gefa á okkur. Því að næstu 2 ársreikningar þetta eru svo mikið niðurrif. Já, klálega. Nei, það hlustiði á það. Þetta er náttúrulega stór áhugavert margt í þessu en þetta var svona, við getum orðað þannig að yfirferðin undirbúningur var þungur kannski. Já, fjárlögin, þetta eru peningarnir okkar allra. Við þurfum að spá í þessu. Ég segi það. Heyrðu, og ég ekki bara taka skítseiði ársins og aflífa það. Nú? Já, mér líður bara, ég er svo brendur á sálinni. Nú? Yfir því sem ég hefur átt í stað undan frá 2 vikur. Ok. Og það er Adani Group. Já. Það stefnir alltaf í að hann verði meiri skúrkur heldur en Sam Scam Bankman-Fried hjá FTX. Já, byrju segðu, það eru erfið fótsporastígi í sko. Já, ég upplifði mig svikinn. Hefur ekkert fylgst með þessu það? Lítið. Þetta er sko Gautam Adani. Sá sem að ég gerði mjög hátt undir höfði. Ég gerði hann að milljónum manni vikunar. Ég fjalla hann í örgulega 3 þætti í röð. Þegar hann var hástökkvari síðastliðna 3-5 ára og var orðinn 3. ríkasti maður í heimi á pappír. Einmitt. Maður var eitthvað svo snortinn. Hann var fyrsti Asíubúinn til að komast inn á topp 3 og maður hélt svo mikið með honum út af því að hann var algjörlega self-made og er það náttúrulega þrátt fyrir ásakanirnar. Maður heldur alltaf með litla mannum og enga framtækinu en því miður reykur í kringum kauða. Ok. Sko, forsagan er þessi. Þú bara varst ekkert búinn að spá þessu það? Nei, voðalega lítið. Ég er búinn að liggja úr þessu og ég ætla að reyna að halda stuð. 24. janúar þá birtir Hindenburg Research sem er í rauninni sko það er að hluta til svona media armur, bara fjölmiðill sem að birtir upplýsingar fyrirtækjamarkaði. En á hinháttin er það líka hrækamarsjóður eða bara framtak eða stýring eða segð þú mér. Ég veit ekki, maður er svo rugglaður á sko vísisjóður, hrækamarsjóður, framtakssjóður, vogunarsjóður. Allavega, pointið er þetta, þeir taka skortstöðu gegn þeim fyrirtækjum sem þeir rannsaka. Þau eru búin að vinna í 2 ár
að skýrslu Adani Enterprises, Adani Group og bara allt þetta portfóljó sem tengist Gautam Adani 24. janúar þá birta þeir 82 ásakanir og rök sem benda til þess að bókhaldið sé í hakki 82 stykki 82 sko bara svona fullinningar sem að þau óska eftir að fá bara, heyrðu, svarið þessu það fylgja heimildir það eru bara, heimildir, þú veist, það er bara yfirlit yfir millifæslur, bankafæslur þegar þeir eru bara að segja, við viljum fá skýringar af hverju eru þið að millifæra í einhverju tilfelli var að 2 miljardar bandaríkjadollara á félag í Máritaníu sem var í eigu bróður Gautam Adani sem endaði síðan í einhverjum sjóðum á vegum fjölskyldunar þannig að þau hafa alveg eitthvað til síns máls. Þau bendi einnig á það að félögin sem hann er með hafa mjög reglulega farið í hlutafjáraukningu fyrir einhver svona ný og spennandi og ég fór sjálfur yfir það hvernig þau voru að fjármagna þarna öll umhverfismála dóti hjá sér. Þau ætlaði að vera stærsti vindorku framleiðandi og sólarpanel framleiðandi í Indlandi og auðvitað þyrpist allt góða fólki þarna bakvið, við verðum að gefa þessu pening. Það er búið að koma í ljós að vænt sem vel er grænt. Mikið til að þessum peningum eru síðan bara millifærir og millifélaga til þess að svona halda uppi öðrum entities eða bara félögum sem að voru kannski ekki alveg að vel rekin og hafði litið út fyrir. Sko, þau benda einnig á það í eiginlega öllum stjórnum hjá honum, þetta er bara einhver lítill hópur af fólki sem hefur verið með honum í 100 ár, bróðir hans, fjölskylda og einmitt bara benda það er engin sjálfstæður stjórnamaður neinstaðar hjá honum. Þannig að það er bara red flag. Höfum við dæmi það hérna í Kauphöllinni? Veit ég ekki, man ekki. Nei, við erum ekki... Ertu með eitthvað? Sko, ef við förum í Pingjan Research þá gæti ég nefnt eitt fyrirtæki sem var á markaði? Sem er á markaði, sem er smá reykur. Mikil fjölskyldutengsl. Hvað er það? Veitu, hvað er ég að... Pingjan Research, það kemur síðar. Sko, fyndna þau birtaði þessa skýrslu sem er sko, ég veit ekki hvað mörg þúsund orð. 2 ára vinna. Adani Group svarar á innan 5 dögum með 413 blaðsíðna skýrslu. En í raunin eru bara 30 blaðsíður sem efnislega svöruðu einhverju af ásökununum og Hindenburg svaraði strax og sagði flott, þið svöruðu 20 af 88 staðarindum. Hvað eru hinn 60 hvað segi, 28, hvað eru hinn 68 sem á eftir að svara. Til að fara aðeins í djúsin, heildar market cap núna á tæplega viku er búið að minnka 86 miljardar bandaríkjadollara. Þetta eru sko tilur í 20% og þetta eru svo mörg fyrirtæki á markaði sem eru búin að lækka og það sem er nefnt núna bara, ég fann hérna Indian Times frétt bara frá því í gærdag að nefnt er að stærsti ósigurinn í málinu er sá að hann var að fara í nýja hlutafjáraukningu upp á 2,5 miljard dollara fyrir fyrirtæki en hann er búin að draga það í land sem að í rauninni styrki stóðum undir það að hann er átt að sjá því að hann hafi verið skákaður þarna og þóru ekki að fara í lofti með það. Þannig að það er núna, hvað getum við sagt, stjórnvöld í fleiri tugum landa þar sem að hann hefur haft aðkomu. Risastórt fyrirtæki í Frakklandi sem hefur sett mikinn pening í fjárfestinga með honum er að draga tilbaka fjármagn. Þetta er anskoti súrt, maður. Já, en enga síður. Sko, falleg byrjun náttúrulega hjá þessu manni. Hann náttúrulega stofnaði þetta hótel, var það ekki? Nei, hann var að byrja á því að treyta ráveru með bróður sínum sem hann... Fór hann svo ekki í hótelrekstur á einhverjum tímabóti? Hann á náttúrulega allan fjandann, en hann byggir sig upp á import-export á ráverum. Já, ok. Þannig fyrir þetta stað. Svo eignast hann Höfn, 95 og er svona í public-private með indverska ríkinu. Þú veist, þetta er bara erfitt. Ég upplifði mig pínu svikin. Ég hélt svo mikið með honum. Og eflaust hluthafa líka. Já, ég meina, ég er ekki að tapa króna á honum það sem hann er að gera, hann er basically að láta fyrirtæki líta betur út á pappirum með því að færa peninga bara á milli. Já, lítur út fyrir það. Milli eininga. Lítur út fyrir það. Og mjög mikið af millifærslu millifélaga sem að hafa enga skýringar og já, í rauninni er bara ekki óútskýrðar enn þann dag í dag. Þannig að við býðum að sjá hvað er að gerast þar. En þetta er svona bara þema síðast ás, FTX, Adani, Crypto-scamming. Það lítur út fyrir að við erum að upplifa okkar svona fyrstu alvöru þar sem við sjáum hvernig vaxtahækkanir sína og sanna sem Buffett sagði alltaf. Þú veist hver var að synda nakin þegar að fjarar.
Já. Núna það er nokkuð augljóst. Já, það er ekki lengur flóð af peningum, það er farið að fjara. Að Dani stendur þarna bara á tillanum í fjörunni. Þú skilur hvað er að fara? Já, en samt ennþá metinn á alveg slatta. Já, hann er 16. ríkasti maður í heimi á pappír. Eftir þetta. Já. Og sér það sko. Þótt hans er búinn að tapa tæplega 80, þú veist, svo er þetta breytast á hvernig degi. Þetta er bara allavega í frjálsu falli núna. Annars ég hef átt að taka saman. Hvað ætli Hindenburg Research er búið að græða á þessari skortsölu? Það er góð spurning. Þú getur ekki flett í upp einhvers staðar. Ég skal taka það seinna. En það sem er helviti nett við þau, they put the money where their mouth is. Peningur þess að tranturinn talar, sko. Það er alltaf, þannig á að gera það líka, sko. Já. Heyrðu, er það eitthvað fleira? Þetta er bara eins og Bill Ockman, hérna. Já, hann hjólaði í Herbalife. Já. Það er sennilega einhver frægasta skortstaða sem hefur verið gerð bara fyrir utan kannski, ég veit ekki, Volkswagen. Já, Volkswagen líka náttúrulega. En, já, svona með þeim. En að finna Bill Ackman tapa á því. Hann lokaði skortstöðunni í tapi og ég held að Herbalife sé búið að lækka eitthvað 40-50% síðan að það gerist. Þannig að það er margt búið að benda á það það er svo ógeðslega. Það er náttúrulega þegar heldur skortstöðu ertu náttúrulega háður tíma auðvitað líka. Já, þú ert að borga trygginguna og margin call, sko. Þannig að, þú veist, þú gætir hafa haft rétt fyrir þér en bara á röngum tíma. Það er akkurat það sem ég talaði um að sem er svo pirrandi, sko. Hafa átt sér stað með Ackman, kallangan. Heyrðu, bara lokum út af því að, eins og ég segi, maður hélt svo mikið með honum, en það hefur svona læðst þessi grunur af manni. Hefur þú séð Netflix þættina Indian Billionaire Scams? Nei. Það ætla ég bara að mæla með því. Farið á Netflix, það heitir Bad Boy Billionaires India. Þetta er þáttaröð frá 2020. Og fjallar marga af ríkustu mönnum Indlands og hvernig þeir skemmuðu sig to the top. Skemmtilegt. Já, mjög góð sería. Þannig að ætli að Dani verði ekki hérna í seríu 2. En það eru nú ekki öll kurl komið til grafar, þannig að við skulum ennþá lifa með honum. Algjörlega. Og gefa honum smá... Herðu, Landsbankinn, hann er með okkur líka í dag. Já. Þú nefndi nú aukakrónurnar hérna áðan. Og þær eru með okkur. Og þið eruð nú auðvitað farin að þekkja þetta en nú er auðvitað tími til komin að bara fara að ganga til aðgerða og skrá sig í aukakrónurnar því að þetta er náttúrulega eitthvað sem að og þú veist, byrja líka snemma á árinu á sérðu ávöxtin í lok árs og sérðu hvað átt mikið pening inni eftir þetta í svona skýta umhverfi þá þarftu að hugsa hverja einustu krónu þú ert með aukakrónuna þú ert ekki að virkja neitt, enga þvælu, þú bara lappar, þú borgar og þú færir þetta tilbaka. Takk, Landsbanki. Það er náttúrulega bara endurgreiðsla í rauninni á allri kortaveltu, en svo eru þessir umtöluðu samstagsæðilar, yfir 200 talsins. Og það er, ég ætla að taka díl dagsins, nú er það sumarferðir. Já. Þannig að þú getur strauja kortið þar, fólk er nú hægt að strauja þetta svo. Já, ég er reyndar að vinna í straujinu þá. Það tapar bara. Já. En það strauja kortið á sumarferðum fyrir utanlandsferð. 0,8% cashback. 8%? 0,8%. Já. Þú veist það telur þegar þú ert að kaupa fyrir alla fjölskyldina. Þetta gerir það. Pakkar, þetta er hvað? Já. Þú sést að kaupa fyrir flestir sko dílarnir þarna eru á bilinu 3-10%. Já. En þetta er náttúrulega yfirleitt dýrt. Svo er skal ég segja vörður. Já. 2%, ég tók það nú fyrir. Þannig að þú veist, það er hægt að finna góða díla á þarna. Hjá tryggingafélagi? Já. Dýrlega magna. Þannig að þið skrifir bara farin á Google og skrifir aukakrónur, það ætti að byrtast efst. Já. Og eins og ég segi, tíminn til komin að fara að huga þessu og vera alltaf að spara. Sammála því. Þökkum Landsbankanum kærlega fyrir það. Hugsuðum butuna. Að stuðla að sparnaði. Þetta er erfitt ár. Ég segi það. En svo er það auðvitað Gorilla líka með okkur. Já. Bara þögn fyrir alla sem ekki að nota Gorilla. Ég er að því, sko. Þögn fyrir þá sem eru ekki að nota Gorilla. Já. Vorum við ekki búin að ákveða það? Jú. Það átti að vera... Getum ekki tekið mínúti samt. Nei, það er mikið. Við að sjálfsögðu hvetjum fyrirtæki, ekki endilega bara netverslanir. Þetta er náttúrulega orðið risastórt lagerrými til að heyra í Gorilla og úthýsa lagarnum. Vöruhýsing. Það er erfitt að tala um þá eftir þáttinn með þeim. Ég held að þetta sé single best 60 minutes of frumkvöldspjall á íslensku. Ekki spurning. Þetta eru tvær hetjur í mínum augum. Daniel Andri og Egill sem að stofnaði Gorilla og Wake Up. Já, þannig að hlustið bara þann þátt þá vitið allt sem þarf að vita þá fyrir í raun vitið allt sem þarf að vita og ef þið hlustið á það og farið ekki, skiptið ekki yfir þá er svona, þá setjið spurningamerki við þig sko. Já, akkurat því að þetta er sparnaður á hæstu stærðargráðu
Þetta bara hagræði í öllu. Hagræði öllu. Launum, lagar. Verður það bara í starfskrafti. Vinnu fyrir sjálfa þig. Ef svo ber undir, sko. Já. Og ég öfunda svo heildsala sem við vorum að biðja fyrir þegar Costco kom. Já. Væri að fara á hausinn. Fóru ekki á hausinn. En ímyndaðu þér hvað þau eiga mikið inni, einhver gömul heildsala sem fattar, heyrðu, ég get bara útýst öllu til Gorilla. Já. Það auðvitað. Jesus. Ekki spurning. Ef allt eðlilegt, þá EBITDA-markvaldar á heildsölum að fara upp í svona 10 núna. Út af því að þetta verður svo hagkvæmt þegar eru komin inn í Gorilla. Ég segi herra. Herra? 15? Já. Við komum einhverja heildsölu bara. Sendið á okkur skemmtlar heildsölur til að kíkja á. Það væri gaman. En við þökkum Gorilla sjálfsögðu kærlega fyrir. Já. Nú, eins og ég segi, þessi þáttu þarf að vera dálítið svona í styttralagi. Þú ert að fara að stökkva á fund. Já. En mér langar að sjálfsögðu að adressa núna stýrivaxta ákvörðin í næstu viku. Það eru væntingar á markaði og samkvæmt grein hérna frá Viðskiptablaðinu. Þá eru væntingar 50 púnta hækkun segi frá markaðsaðilum. Það var í gær eða fyrir þetta 0,2% hækkun hjá Seðlabanka Bandaríkjanna. Jerome Powell, seðlabankastjóri. Hann hækkar hann 0,2%. Þetta er greinilega ekki sama, hann hækkar 0,2% stig. Já, akkurat. Svo að það komið fram. Já. Það er greinilega ekki sami skali á þessu eins og hér. Hér er alltaf í 25 púntum, skilurðu. Af hverju vill Ásgeir ekki koma að tala við okkur? Já, svo er það. Ég er búinn að senda, það var ekkert, ég fekk svar en Seðlabanki allra landsmanna og allt það, en hann gefur sér ekki á tal. Nei, það er greinilegt. Ég var líka með opinberun sem að ég ætla ekki opinbera, ekki fyrir hann kemur. Opinberun, fyrir þá sem ekki var hlust á það, þá bara geti kíkt á það. Nei, bara eins og þetta er eina spurningi sem ég langar að spurja hann. Gætu við verið að hækka 0,15 púnta en ekki 10 púnta. Já. Það er verið að velta sér upp úr því, sko. Já. En, hann gaf að nú 20 púnta hækkun í Bandaríkjunum. Já. En það er þó hafin einhvers konar umræða þarna innan Seðlabankans í Bandaríkjunum hvenær vaxtahækkanir munu stöðvast. Og þetta var eitthvað sem markaðurinn tók mjög vel í. Já. Þannig að þú veist, það er séð fyrir því, það er fyrirsjáanlegt í náinni framtíð að það sé að fara að hægjast á því að í rauninni bara stöðvast þessar hækkanir, sko. Já. Og það voru öll bréf græn og sömuleiðis bara öll bréf í gærmorgun hjá okkur. Alveg skærgræn. Já. En ég, sko, þú veist, nú er Ásgeir náttúrulega búinn að gefa þetta upp, hann er alltaf búinn að vera svona, eins og hann sé að gefa einhver ráð, þú veist, hann hefur talað að hann gerir ráð fyrir því að nú muni vextir lækka hratt. Ég tók þetta einhvern tíma fyrir í sumar, sko, ég var brjálaður þegar að sagði þetta. Byrju talaðu að það var að fara lækka hratt, já. Í sumar? Nei, já, þetta var einhvern tíma í sumar eða í byrjun haust, sko. Ertu ekki talað þegar hann var að segja að myndi hækka hratt? Nei. Þarna var í rauninni, héldu flestir að toppnum væri náð. Já. Og hann sagðist gera ráð fyrir að vexti myndu lækka hratt. Ok. Og þú veist, ég var ósáttur með þessu orð, ekki bara að því leitinu til að, sko, hann væri að spá eitthvað svona fram í tíman, sko. Heldur út af því að, þú veist, þetta gengur, veist, nú er ég ekki hagfræðingur og ég er ekki seðlabankastjóri, sko. En þú getur ekki verið að keyra upp og lækka og jafn hratt, þú veist, þetta jójó sem myndast, það mun alltaf myndast eitthvað ójafnvægi, sko. Veist, ég er alveg talsmaður þessa að það er að hækka þá bara til að fá ennþá meiri kælingu í þetta vonlausa ástand sem að er á húsnæðismarkaði, sko. Já. Það er alveg komin tími til að rífa þetta verð niður og það birtist einmitt mjög áhugaverð grein á reyndar í síðustu viku á Viðskiptablaðinu, þar sem að heitir hann ekki Örn? Jú, Örn Arnarsson. Já, talaði að það húsnæðismarkaðar ætti inni alltaf 28% lækkun. Stórlega. Já, nei, ertu að tala um tangaði hjá CCP? Já. Hét hann ekki Örn? Örn er hjá Viðskiptablaðinu. Já. Ég veit ekki, ég held að flesti viti hvaða grein ég er að tala um sem er að hlusta, sko. Þá var hann að tala um, sko, samband launa og stýrivaxta. Já. Í raunin markaðsvaxta, sko. Ætlaðu ekki að bjóða honum í kaffi, eða? Ætlaðu við? Ætlaðu þú ekki að gera það? Já, það var alveg gaman. Varstu ekki búin að heyra í honum, eða? Nei. Ef hann er að hlusta, bara kemur hann í kaffi. Á það inni, sko. Þetta er mjög svo áhugaverð grein og þó ég stórlega veist að markaðurinn sé að fara að lækka þessa prósentu að þá tel ég, þú veist, við stöndum á einhvers konar tímamótu núna. Það er ekkert annað í boði en að þessi blessaði fasteignamarkaður þarf að fara að kæla sig. Leiðrétting, við viljum leiðréttingu. Maður er svona, þú veist, leiðrétting. Maður fer bara að bera sér eld, skilur. Þetta er, veist, ég er hættur bara við að kaupa, svo að það komið fram. Að þú ert bara off the market. Já. Það er bara þannig. Það er samt bara fyrir, það sparar bara meira. Já, ég er búinn að vera í hugleiðingum náttúrulega heilengi og búinn að vera að skoða og búinn að gera tilboð með þessu, sko, og svo bara ákveðum tímapunkti og sagði bara, herðu,
ég ætla ekki að ganga inn í þetta á toppnum sko. Svo stuttu setna kemur þessi grein sem náttúrulega svona rennir enn frekari stóðum undir mitt sjálfstraust, hvað var það að býða aðeins með þetta. En þetta náttúrulega auðvitað bara koma út í rugl og fólk sem að sko á verðandi fyrstu kaupendur eins og ég, hafa bara, hún sagði þetta mér sem hún aðalhagfræðingur Arion sko. Erna. Erna, já, bara hryllilega staða og hefur sennilega aldrei verið verri að komast inn á markað sko. Þannig að ég neita því í sögulegu samhengi að taka þann skell á mig. Að svo stöddu? Já, svo stöddu, svo náttúrulega gæti þetta ennþá versna, maður veit það ekkert. En ég ger ráð fyrir að stýrivexti verið hækkaður og þá í alvörunni fyrir að sjá verðlækkanir á ásettu verði. Það bara, því að núna bara svo mikið togstreita í gangi, seljendur að reyna að halda uppi þessu sama verði og búið að vera, desperately sko, en það bara ekki að ganga að selja á því, þannig að það byrjað að seljast á undirverði. Það bara spurning hvernig ásett verði á þessum íbúðum fyrir að lækka. Og þá mæti ég til leiks, ekki fyrr, það bara þannig. Ein pæling bara með hvernig þið reikna með lækkunina. Já. Ef þú kaupir á 40 2020 og hún verðmetin á 80 2022 og hún selst á 70, telst það þá lækkun? Já, það náttúrulega alltaf þinglist verð, já þú veist. En hún búin að hækka þú veist, næstu helming hjá þeim sem á hana. Já, ég held að miða við markaðan, það svona meðaltal sko, svo alltaf miða við undir sko Undir ásettu verði held ég sko. Ég held að það sé sko mælingin sem reiknast þá alltaf bara út frá einhverjum meðaltölum. Já, og það náttúrulega búið að lækka núna 2 mánuði í röð og ég held að það sé viðmiðið sko sem að þau taka. Þó án þess að ég svona 95% viss á því. Já, ég fór bara að spá í þessu. Já, þetta verðt að velta þessu fyrir sig, þetta auðvitað, eins og ég segi, þetta það... Bara eins og ég hugsa út frá sjálfum mér, hún búin að hækka gigantíst á pappír, svo kemur sér 28% lækkun, ég væri samt í blúsandi gróða paper gains. En þetta ekki, sko, já þetta í rauninni, sko, svo líka mæling á 12 mánaða bili, skilurðu? Já. Fattarðu hvort að það sé lækkun eða hækkun á því, sko. En það svo sem allur gangur á þessum útreikningum, en ég held að það sé komin tími á að ásett verð inn á bara, þú veist, þessum fasteignarsíðum sem við þekkjum, fara þú veist, hvenær seljendur ætla að fara að lækka það, verðmiðan á því. En það ekkert frost á mörkum, ég og Auðun sama með Pongo.is, við erum að vinna með fasteignasölum, við erum bara auka sölu, þannig að fasteignasalar sem vilja free trial fara á Pongo.is eða heyrið okkur. En svo náttúrulega, ég meina, þú veist, þetta að snúast núna út í kaupendamarkað, þetta búið að vera auðvitað seljendamarkaður núna og það verður ekkert síður vertíð þegar þetta verður kaupendamarkaður að nýju, skilurðu. Nei. Þannig að fyrir fasteignasala, þannig að lækkar auðvitað aðeins verðið en komish. Snýst ekki bara allt greiðslubyrði? Já, snýst ekki bara allt komish? Komish, í fasteignageranum. Jú. En svo greiðslubyrðin auðvitað líka, þetta náttúrulega alla mannsæmandi og svo, þú veist, ég ætla ekki að byrja á skilurum Seðlabankans varðandi greiðslumat og þetta. Ég ætla bara ekki út í það. Nei. Það tími þegar það kemur. Hefur ekki að loka þessu góða nótunum? Já, ég enda með eitt skemmtilegt. Hvað varst þú með? Mér langaði bara að þakka Íslandspost fyrir að bjóða okkur í kaffi. Já, herðu, einmitt. Þórildur og Hörður. Það var frábær heimsón. Það var bara stórkostlegt. Já, algjörlega, fengum að sjá þarna innviðina, bara í beinni. Ég fekk make-up-dótið lánaði á frúnni. Ég held að myndi labba með glóðurauga út á þessum fundi. Og bara, ég get ekki farið upp á leikskóla að sækja með glóðurauga. Við byggumst við að Já, það var bara, þetta var stórkostlegt. Og ákvæður næs. Tekið þarna eins og kongum og fengum góðan túr fyrirtækið og sáum bara að þetta er til fyrirmyndar þarna. Já, Hörður með næst elsta starfsaldur þarna af öllum sem hafa unnið og vinnað á póstinum. Hvað heldur hann gerir þegar hann mæti vinna? Hann ennþá að hugsa í lausnum, hvernig þau geta bætt ferla. Ég myndi að það valjú í svona starfsmanni sem ekki eftir 30 ár að hugsa hvernig hann kemst næst í kaffipásu. Heldur eftir 30 ár að hugsa, heyrðu, ef við værum með þessa gráu kassa hérna í sendibílunum, getum við ekki optimisera ferla hjá okkur? Og hvernig það getur leyst bara alls konar flækjur. Ég meina, ég hef unnið með fólki sem hefur verið í 30 ár á sínum vinnustað og það var engin samlíking þarna á milli, sko. Milli harðar og þeirra, sko. Já. Ég hugsa reyndar mjög hlýtt til þeirra manna sem ég var að vinna með, sem voru með 30 ára starfsreynslu. Ég var svolítið að kaupa Sommesby í vísindaferðir. Þeir höfðu gaman að drekka það með morgunkaffinu. Það var fjör á þeim köllum. Já, það var bara djús fyrir þeim. Já. Einhvers konar morgundjús. Já.
Já, ég ætlaði nú að renna aðeins yfir hérna Mr. Beast og sjónaðgerðirnar sem að hann fór út í svona læknaði 1000 manns af blindu en þú ert að stökkva fund þannig að ég hringi þetta smá. Já, ég vil kannski aðeins að renni við það. Já, sko, það er nefnilega, það var allt vitlaust á Twitter. Já. Og fólk að saka hann að gera þetta til að öðlast frægð og ríkidæmi og eitthvað svona sko. Já. Hann hefur náttúrulega margóft tekið fram að hann muni sko... Hver er að því segja? Mr. Beast, eða Twitter samfélagið að móka yfir hann. Já, Mr. Beast... Sko, þetta er eitt frægasti maður í heimi. Já, við höfum tekið hann fyrir... Það að saka hann að vera... Já, hann er með stærsta einstaka YouTube-channelið, YouTube-rásina. Sem fer stækkandi. Sem einstaklingur sko, sem fer stækkandi og hann er yfirleitt sko... hans módel gengur út á það að verðlauna fólk fyrir einhverja þrautir og gefur því pening eða kannski bara gengur upp að einhverjum og gefur þeim pening og allur gangur á því. Núna nýjasta vídeóan sem að held ég bara sló öll met, ég held að hann hafi verið með 44 miljón áhorf á einum sólarhring sko. Og það fyrir sko, þetta er eitthvað 20 mínútna langt vídeo sko og það í þessu myndbandi er hann að lækna fólk af blindu því að það vil svo til að 200 miljón manns í heiminum er blind en hægt svona curable blindness kallast þetta. Já. Sem sagt er blind en það er hægt að lækna það. Já. En það hefur bara ekki efna á að láta lækna það. Akkurat. Hann tekur sér 1000 manns úr þessum hóp aðalega í Bandaríkjunum held ég, bara í Bandaríkjunum og lækna það. Borgar aðgerðina fyrir þetta fólk. Já. Og sko þetta er 10 mínútna aðgerð. Já. Og það er talað að sko svona aðgerð kostar á spítala í Bandaríkjunum minna en $16 samkvæmt National Library of Medicine. Já, áhugavert. Undir $16. Sjúklingar þurfa að borga alltaf $2,400 í ljósi bara markaðsafla. Þetta er bara, þú veist, þetta er þannig aðgerð að fólk er tilbúið að borga þennan pening. Já, nú skil ég ekki alveg. Þetta kostar spítalan $16. Hvernig gengur það upp? Það er bara talað um það samkvæmt National Library of Medicine. Kostnaðurinn er $16. Þetta er 10 mínútna aðgerð. Og tekur ekki langan tíma. Tækin sem þarf í þetta kosta eflust eitthvað en eftirspurnin í þetta er þannig maður sé $16, $16 en þau rukka $2,400 og sko hann borgar maður spyr sig sko, það er allt í steik í þessu heilbrigðissystemi í Bandaríkjunum. Þetta er náttúrulega ekkert system, þetta er bara einhver ekki. Þú tala svona Obamacare í okkar þetta. Myndi maður ekki halda niðurgreiðsla á svona aðgerðum myndi skila bara arðið tilbaka. Ég meina skattgreiðsla, nú getur fólk farið að vinna sem var blind og fer að borga skatta og þú veist. Já, ég verð að segja, ég hef aldrei skilið bandarska heilbrigðiskerfi. Nei, þetta er, minnst það smá crazy, sko. Ég man mjög sterkt eftir því að það var stelpa með mér í bekk í Bandaríkjunum sem brast í gráti í einhvern tíma þegar hún var að segja að pabbi sinn fekk krabbamein og það var ekkert sem var gert. Nei, einmitt. Og þá var maður einhvern svona, það er bara allt fucked up. Já, þú veist að þetta mun á endanum alltaf skila sér, sko. Þú veist, allavega í einhverjum svona aðgerðum, ég á bara svo erfitt með að skilja þetta sko, en það er náttúrulega einhverja svona sjúkra tryggingar sem að þú færð hjá vinnuveitendum í Bandaríkjunum. Obamacare. Já. Þannig að, en eins og ég segi, þetta er bara last á heilbrigðissystemið þetta í Bandaríkjunum, en Obamacare, þú ert að tala niður til þess. Já, en það er allavega fólk að gjörsamlega rakka niður Mr. Beast á Twitter fyrir þetta og þetta er sama fólkið yfirleitt sem er að rakka niður sem að er alltaf að tala að ríka fólki að borga meira og gefa meira af sér og svona. Já, svo bara og leið og hann gerir þetta, þá verður allt vitlaust og það er ekkert nógu gott fyrir þetta Twitterlið. Það er alveg þetta er með eindæmum og það sakar hann að vera að gera þetta einungis til að öðlast frægð og meira ríkidæmi. Já, hugsaði. En hann hefur tekið það fram að hann muni gefa allan pening frá sér á Erlandir og maðurinn býr ekki eins og kongur, hann býr bara í einhver íbúð og... Nei, hann býr ekki í íbúð, hann býr í stúdíónu sínu. Já, hann er búinn að byggja þess þú heldur. Býr á vinnustafinu sínu. Já, ég hlusta á nokkuð viðtöl við hann. Hann er náttúrulega, sko, hann er víst snarbilaður og hann segir það sjálfur, vinnualki, hann er ógeðslega kröfuharður á sjálfan sig og alla í kringu sig. Og hann brá bara þar á að hann ætlaði bara að búa í stúdíónu. Og ég veit ekki hvort hann komist upp með ennþá, en framan af þá tók hann tekjur af öllu og hagnað og sett í næsta myndband til að vera alltaf stærri. Svo segir hann að hann vinnur bara straight þangað til hann krassar, tekur sér
smá tíma í pásu og fer svo aftur. En þetta er fyrirmynd fyrir bara, þetta er dugnaðarfólkur, skilur, þetta er bara, ég skil ekki hvernig fólk hefur að í sér að vera ruslað yfir þetta, sko. Já. Þetta er bara óþolandi. Kannski að lokum, óstöðvandi ráðningastopp í Reykjavík. Já. Þau eru með þetta ráðningabann á verkefnastjórum en voru samt að auglýsa, sko ekki eftir verkefnastjóra, heldur verkefnastjórum. Já. Ég veit ekki hvort þið með fara með þetta í loftið en þarna forritara dóti hjá þeim. Já. Það er víst einhver stærsta skýta Íslandssögunar. Og ég heyrði frá Dúdda sem sagði 100 milljóna í þetta. Fuck, megum við segja þetta? Ég veit það ekki, þú Ok, ég ætla að segja, það var kona sem sagði mér. Eina ástæðan fyrir mig vinnu þarna er út í að veita að þá get ég verið hér á fundum og gert það sem ég sýnist utan vinnu. Það er svoleiðis. Þetta er borgin í hnótskurn. Já, en ég meina sko hvað sem okkur tættið út. Það er náttúrulega hagræðingar aðgerðir í gangi þannig og já, við gefum nú ansið lítið fyrir það. Það er talað hérna, oft var þörf en nú er nauðsyn og nauðsyn er brýn á umhverfis og skipulagssviði borgarinnar. Hún leitar nú að verkefnastjórum. Og já, þetta er samkvæmt auglýsingu borgarinnar eiga verkefnastjórnir að taka þátt í mótun nýrra verkefnastofu þar sem unnið er eftir hugmyndafræði verkefnastjórnunar og verkefnum er fylgt eftir frá upphafi til að enda þvert á verkþætti og ábyrgðasvið fagskrifstofa. Og þá finnst mér kannski svona til að loka þessu athyglisvert að spila bara þetta vídeo hér. Er þetta eitthvað sundlaugin í Fossvogi? Já, þetta. Veit það eins? Skulum fá þetta hérna lokum. Hvenær verður þessi sundlaug í Fossvogi ready? Það vantar aðra sundlaug í Reykjavík nefnilega. Ég veit það ekki. Skulum spila þetta hér. Hvernig dettuðum í huga manna leikskóluna? Það er svo margt sem við erum að gera í vinnunni. Fólk er að taka steina, snúa þeim við, sjá hvort það þurfa að snúa steinunum aftur við. Eru fleiri hluti sem þarf að skoða? Er eitthvað sem hægt er að hætta að gera? Eða þarf að gera eitthvað? Þetta er eitthvað sem við erum að sjá fram á að er að auka afköst og er að skila sér í mikilli vinnu sem er unnin. Þið sjáu það. Ég veit ekki hvort það eigi við hér en það á allavega að snúa við steinum og sjá hvort það sé hægt að snúa þeim við aftur sem skila sér í mikilli vinnu sem unnin er. Og ég held að við verðum að stóta þessu. Á þessum orðum þá bara. Þetta átt að vera svona volg introduction fyrir ríkisskuldasúpuna sem kemur í næstu viku. Þegar við fáum sko RÚV á okkur, við erum að fá þjóðkirkjuna á okkur, við erum að fá hörpuna á okkur. Nú er það borginn og... Já, og þú hitar upp á því að taka Dag og Einar. Ég náði ekki einu svona að fara yfir fjárlögin. Við verðum þá bara að gera það í næsta kaffi. Jésús mig góður. Herri, þetta er komið gott hjá okkur í dag. Kæru hlustendur, eigið yndislega helgi. Fyrir ykkur sem eru trúrækin, þeir megi biðja fyrir mér. Ekki Arnari, hann vill það ekki. Nei, ég svo sem hef engar áhyggjur af þessu. En þá segir þetta gott í dag og við byggjum ykkur bara að njóta helgarinnar og frábæra helgi. Gangi hratt gleðina dyr. Það er það sem allra best. Ekki? Það er ekki hægt að henda þessu í loftið, þetta er bara búið sko.